Matteusarguðspjall 11, 1-15 og við skulum bara standa á meðan við lesum orð Guðs. Hér stendur, þá Jesús hafði mælt svo fyrir við lærisveina sína 12, hélt hann þaðan að kenna og predika í borgum þeirra. Jóhannes heyrði í fangelsinu verk Krist, þá sendi hann honum orð með lærisveinu sínum og spurði, ert þú sá sem koma skal eða eigum við að vænta annars? Jesús svaraði þeim, farið og kunngerið Jóhannesi það sem þér heyrið og sjáið. Blindir fá sýn og haltir ganga, líkþráir hreinsast og daufir heyra, dauðir rísa upp og fátækum flutt fagnaðarerindi. Og sæll sá sem hneykslast ekki á mér. Þegar þeir voru farnir tók Jesús að tala við mannfjöldan Jóhannes, og bara til þess að útskýra það þetta Jóhannes skýrari. Hvað fóruð þér að sjá í óbyggðum? Reyr af vindi skekkin. Hvað fóruð þér að sjá? Prúðbúinn mann? Nei, prúðbúna menn að finna í sölum konunga. Til hvers fóruð þér? Að sjá spámann? Já, segi ég ykkur, og það meira en spámann. Hann sá sem ritað, sjá, ég sendi sendiboða minn á undan mér, greiða mun veg þinn fyrir þér. Sannlega segi yður, enginn sá af konu fæddur sem meiri sé en Jóhannes skírari, en hinn minnsti í himnaríki honum meiri. Frá dögum Jóhannesar skírara og til þessa ríki himnanna ofríki beitt og ofríkismenn vilja hremma það. Spámennirnir allir og lögmálið allt fram að Jóhannesi sögðu fyrir þetta. Og ef þið viljið við því taka, þá hann Elías sá sem koma skyldi, hver sem eyru hefur, hann heyri. Amen. Bara Guðs. Bara Faðir, ég þakka þér fyrir orð þitt, ég þakka þér fyrir að við fáum að dempa okkur í orð þitt og ég þakka þér fyrir að ég hefði forréttindi að predika orð þitt og ég bið að þú gefur mér visku til þess að segja það sem orð þitt segir og útleggja það sem orð þitt útleggur Drottinn. Ég bið að opna hjörtu okkar og augu fyrir því sem þú vilt segja og megið það hafa áhrif, einhver praktísk áhrif á okkar daglega líf. Í Jesú nafni. Amen. Ok, þannig að mér langaði svolítið að fókusa aðalega, mér langar að fara yfir allan textan, en mér langar að fókusa aðalega á miðjuna, 7-10, versum 7-10. Og það sem ég hugsa, ég reyni ofta að pæla í einhverjum svona myndlíkingum eða viðlíkingum, og ég hugsaði til Expendables. Ég veit ekki hvar ég sá þennan Expendables plakat aftur. Þetta var eitthvað svona, ég veit ekki hvort það var ný Expendables að koma út eða hvað. En ég hugsaði til Expendables allavega þegar ég var að hugsa sérstaklega þessi vers í miðjunni. Og það sem svolítið fyndið með Expendables að þetta svolítið cheesy mynd. Þetta svona allir tappar, basically 80 árin eða sumir orðnir mjög gamlir. En þeir eru allir algjörir tappar í Hollywood. Þetta svona gæjar sem eru búin að vera í myndum sem fókusar ekkert á handrit, ekkert á leikstjórn og bara fullt af sprengjum og blóði, veist, og þetta eru gæjanir allir komnir saman í eina mynd og það sem við magnað að það fólk fer á þessa mynd og það verður ekki fyrir vonbrigðum og það er ekki út af því að handritið gott, það er ekki út af því að þetta svo vel leikstýrt eða vel leikið, sumir af þessu gæjum eru hræðilega leikarar en að einhverjum ástæðum eru búin að vera að vinna í Hollywood í áratugi. En þegar fólk fer á Expendables þá veit hverju það býst við. Það býst við töppum sem að sprengja drasl og skjóta hluti. Og svo einhvern veginn, það skiptir engu máli hver söguþráðurinn það er bara ef að spennan til staðar, þá veit það að ef það fer á Expendables, þá verður það ekki fyrir vonbrigðum út af það veit hverju á að búast við. Og ég man einu sinni því ég var svona að kynna mér markasetningu. Ég var að kynna mér hvernig á að markasetja hluti og það var einn fyrirlestur sem var að tala að búa til gott vörumerki og hann nefndi bílategundir í Þýskalandi. Af einhverjum ástæðum eru þýskir bílaframleiðendur algjörlega obsessed við að hafa hringi. Þannig að við erum til dæmis með Opel sem er bara hringur með einhver svona skipt í tvennt. Svo erum við Mercedes-Benz sem er hringur skipt í þrennt. Svo erum við BMW sem er hringur skipt í 4 hluta. Svo erum við með Volkswagen sem er hringur skipt í 6 hluta, 7 hluta, eitthvað leys. Og svo er Audi bara svona, ok, við ætlum ekki að skipta þessu lengur niður í hluta, við ætlum bara að hafa 4 hringi.
Og einhverjum ástæðum þá voru að tala um að þýskir bílaframleiðendur elskar hringi. Og hann var að tala um að basically logoið skiptir ekki máli, heldur hvað hugsar fólk þegar það sé logoið. Til dæmis ef við sjáum hérna Nike-merkið, hvað hugsar fólk Hvað hugsar þið Íþróttir. Hugsar einhver gríska gyðjuna, Nike. Ok, það er svona Nike var grísk gyðja sem var auðvitað langt á undan vörumerkinu, Nike skónum og því. Þannig að hann var að taka þessi dæmi að það sem fólk hugsar vörumerkið mikilvægara en vörumerkið sjálft. Að það getur hringur og skiptir tvennt, en það skiptir máli hvað hugsar fólk þegar það sér hringinn. Og hann var að tala basically að þegar fólk hugsar BMW þá hugsar kraft og hraða og það verður oftast ekki fyrir vonbrigðum og þeir eru mjög kraftmiklir og þeir eru mjög hraðskreiðir. Svo hugsar Benz og það er kannski aðeins meiri lúxus. Svo hugsar Opel og það hugsar kannski ódýrt eða hvað það skilurðu. En það veit enginn hvað raunverulega hugsa með Audi út af því að ein markaðssetningin bákvæðum hraðskreiðir og kraftmiklir, ein markaðssetningin lúxus, ein markaðssetningin verðin á þeim og þeir eru ekki með gott vörumerki, þannig séð frá markaðssetninga svona sjónarmiði. En mér líður stundum eins og kirkjan sé svolítið ádýr í dag. Að fólk svona veit ekki alveg hvað það hugsa. Þegar það heyrir kirkja, eða það sér kirkjubyggingu, eða einhver talar kirkju, að það koma svona nokkur margar mismunandi hugmyndir hvað kirkjan á að vera að gera og hvað hún gerir. Og þannig að það er ekkert endilega að kirkjan sé eitthvað vel markasett eða með gott vörumerki út af því að það veit ekki alveg nákvæmlega hvað á að hugsa. Og sumir getur ímynda sér, það fyrir eftir hvaða kirkjum þú ert í, en sumir getur ímynda sér, ok, kirkjur, já, góð tónlist, eða einhver sérstök tegund af tónlist, kannski gospel tónlist. Aðrir myndi hugsa kirkja sama sem æðislegt barnastarf. Og það er eina sem þau hugsa þegar þau hugsa kirkju, barnastarf. Aðrir myndi að fara í kirkju, ok, þetta er þægilegt umhverfi, þetta er staður sem ég get komið og ég get verið rólegur. Aðrir getur séð kirkju og það getur ímyndað sér hjálpastarf. Aðrir getur séð kirkju og það ímyndað sér kannski gott félagslíf, þannig get ég eignast vini. Aðrir sjá kirkju og það hugsa kannski góða skemmtun. En ekkert það er svo slæmt í sjálfum sér. Þessu svo Audi, þeir eru ekki að tala hvað eru lélegir bílategundir, þeir eru að reyna að ýta undir jákvæð hugsun þegar fólk hugsar Audi. Þannig að ekkert það er svo slæmt að hafa gott félagslíf, að hafa gott hjálpastarf, barnastarf, þægilegt umhverfi og svo framvegis. Þetta er ekki slæmir hlutir. En hvað hugsar fólk fyrst og fremst þegar það heyrir orðið kirkja eða það sér kirkjubyggingu? Að það gæti verið svo rosalega mismunandi. Þannig er kirkjan í dag svolítið mjög mikið eins og Audi. En ef við dæmum okkur í textan, hér í byrjun, þá Jesús hefði mælt svo fyrir lærisveina sína 12, hélt hann það að kenna og predika í borgum þeirra. Jóhannes heyrði í fangelsunum verk Krists, þannig Jóhannes, það er búið að taka hann í fangelsi. Mér minnir ástæðan á bakvið það var að hann vildi ekki leyfa ykkur konunga að endur gifta sig á meðan konan hans, og hann var að koma á móti því að hann var að koma svona fram með konuna sína og var hent í fangelsi. Glemdi nú að kynna mér þetta fyrir þetta, það hefur verið góð hugmynd, en honum var hent í fangelsi. Á endunum mun hann deyja í fangelsi. Það er svona kona sem gerir ykkur rosalega flottan dans fyrir konunginn og hann segir, ég gef þér allt sem þú biður hvað viltu? Hún spyr mömmu sína sem hatar Jóhannes skírari rosalega mikið og hún biður að hálsvögga Jóhannes, og þannig að Jóhannes skírari á endanum deyr í fangelsinu út af því að kona dansaði fyrir framan konunginn og bað svo að hálsvögga hann. Og þannig að Jóhannes skírari, við sjáum það er magnað að Jesús kallar hann einn af mestu mönnum sem jörðin hefur séð, basically, að enginn meiri sem komið hefur á konu heldur Jóhannes skírari. En í byrjunin á textunum er það magnað að við sjáum einstakling og það lítur allt út fyrir það að hann efast. Hann að senda lærisveina sína til að spyrja Jesú Krist, ert þú sá sem þú segist vera? Og þetta er sami Jóhannes og í Jóhannes 1 sem sér Jesú Krist koma og hann þarf ekki að spyrja neitt. Hann segir, þetta er lamb Guðs sem ber burt syndir heimsins. Hann veit strax, þetta er Guð kominn til okkar. Hann sér Jóhannes og hann sér Jesús og hann veit strax hver hann er. Hann skýrir hann og rödd af himni talar, þetta er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Þetta er sami Jóhannes og sá rödd af himni, heilagan anda eins og dúfu koma niður.
Hann sá Jesú Krist og sagði, þetta er lamb Guðs sem bera mun burt syndir heimsins. Og þetta er sami Jóhannes núna nokkrum tíma seinna í fangelsi að spyrja sjálfan sig, hafði ég rangt fyrir mér? Var Jesús ekki sá sem ég hélt að hann væri? Á ég að búast við einhverjum öðrum? Jesús og sendilæri svona sinna til að spyrja Jesú þetta. Er ég að missa einhverju? Er ég ekki að fatta eitthvað? Á ég að vera að búast við að einhver annar komi og kannski hjálpi mér úr fangelsinu? Hjálpi aðstofnum mínum aðeins? Á ég ekki að vera sá sem undirbýr veg drottins? Af hverju er ég í fangelsi? Þannig að Jóhannes, og við sjáum lofinn sem hann gefur Jóhannes, en í byrjun þá sjáum við að lítur allt út fyrir það að Jóhannes er að díla við Eva. Og hann bjóst líklegast við einhverju öðruvísi að hlutverk hans myndi líta öðruvísi út. En ég er undirbúið veg drottins, auðvitað fæ ég að vera honum með hlið allan tíma. Auðvitað fæ ég að vera til hliðin á drottni þegar hann tekur yfir, þegar hann setur upp sitt ríki. Og það gæti verið að þarna í fangelsi, við erum ekki að tala um íslenskt fangelsi, það sem er púlborð frammi og þú fær bara basically að gera hvað sem er. Við erum að tala um mjög slæmt fangelsi. Og hann hugsar, misti ég að einhverju? Getur það verið að ég hafi rangt fyrir mér allan tíma? Getur það verið að ég hafi rangt fyrir mér með hver Jesús var út af því ég ímyndaði mér mína stöðu ekki búna núna. Ég ímyndaði mér ekki að í mín staða myndi enda svona. Og við sjáum þetta nánast í gegnum allt Gamla testamentið að þegar einhver gerir spámaður, oftar en ekki hata allir í þjóðinni þann einstakling. Einhver stendur upp og talar orð Guðs og allir hata. Og ímyndið ykkur í byrjun þegar Guð kallar ykkur og Guð mætir ykkur og talar líklegast við hann bara í venjulegri rödd og segir, þú ætlar að vera minn spámaður, þú ætlar að predika mitt orð, þú ætlar að standa mínu orði. Ímyndið ykkur rössið, já, ég skal gera það. Svo, já, það lítur þannig út að þú munt vera að öskra allt þitt líf og enginn mun vilja hlusta á þig, allir muni hata þig, þú munt fara í fangelsi, þú munt vera pyntaður, þú munt vera drepinn. Oftar en ekki þá endar það þannig með spámennina í Gamla testamentinu. Meðist höggun í þessu sérstaklega fyrir okkur að við sjáum hér lofið sem hann gefur Jóhannesi hérna neðst. Að hér er mesti maður sem jörðin hefur séð en á sama tíma þá sjáum við í byrjunum á versunum að þessi mesti maður er að díla með Eva. Hann er að spyrja sjálfan sig, getur það raunverulega verið? Og að Guð þarna komið til hans, ekki með hamrinn niður, heldur kemur hann til hans og huggar hann með því að segja, segð honum hvað er að gerast. Segð honum alla þessa hluti sem er að gerast. Kannski var Jóhannes vakin upp af raunveruleikunum á þessum tíma. Hann horfir í kringu sig og hann ímyndaði sig kannski í byrjun þegar hann sagði já við því að gerast trúboði að það væri magnað hlutverk og það er magnað hlutverk en hann ímyndaði sig kannski ekki að fólk myndi ekki vilja hlusta. Hann fannst kannski magnað hlutverk að hugsa ég fæ að predika orð Guðs og það er magnað hlutverk en á sama tíma kannski hugsaði hann ekki að fólk muni ekki vilja heyra það sem hann hefur að segja. Og oft eru áætlanir og eftirvæntingar okkar ekki í samræmi við áætlanir Guðs. Og þá er það okkar að díla við það. Eins og Orðskviðinni 16:9 segja, hjarta mannsins upphugsar veg sinn, en drottinn stýrir gangi hans. Við getum gert okkar áætlanir, við getum verið með okkar hugmyndir, en á endunum þá er það drottinn sem leiðbeinir skrifum okkar. Ef við erum hans, þá er það hann sem leiðbeinir skrifum okkar. Og svar hans við efasemdum, við sjáum hver er uppskriftin að því að hvernig veist þú að ég sé sá sem ég segist vera og þú segi að ég sé sá sem þú sagði að ég myndi vera. Hann fer í ritningarna, hann fer í Gamla testamentið. Þegar hann er að segja, Jesús svaraði þeim, farið og kulgið í Jóhannesi, það sem þér hafið heyrt og sjáið, blindir fá sýn og haltir ganga, líkþráir hreinsast og daufir heyra, dauðir rísa upp og fátækum er flutt fagnaðarindið. Þá er Jesús að fara í gennum ritningarstaði í Jesaja sem töluðu að hann myndi koma. Hann er að segja, horfið á Gamla testamentið, það er búið að predika það sem Messías átt að gera og segið honum hvað ég er að gera. Ég er að gera nákvæmlega það sem Gamla testamentið hefur sagt að Messías á að vera að gera. Þannig að hann sendiði aftur með skilaboð, mundu Jesaja 23, mundu Jesaja 26, 29, 35, 53, 61, þetta er svona út allt í Jesaja. Ég sagði þetta svolítið hratt, ég skal segja þetta aftur hægt fyrir verk 26, 29,
35, 53 og 61. Þetta er út allt í Jesaja. Hverju eigum við að búast við þegar við sáum Messías, og hann er að segja, sjáðu allar svo hluti sem þú ert að búast við í Messías og segðu Jóhannesi að þessi hlutir eru raunverulega að gerast í mér. Að svar hans við efasemdum Jóhannesar er að benda á reikningarnar og sýna Jóhannesi hvernig reikningarnar eru áreiðanlegar og hvernig hann er áreiðanlegur í að uppfylla þær reikningar sem tala Krist. Jesus stendur ekki einungis á sínu orði, heldur á því sem spámennir hefðu sagt þegar þau töluðu fyrir hönd Guðs í nokkur 100 ár. Koma hans, fæðing, dauði, upprisa, verk hans var búið að skrifa nokkur 100 árum áður. Það sem mér finnst gaman er að ég náði að gera þetta tvisvar. Það er gaman að ég setjast niður, lesa Jesaja 53 með einhverjum sem veit lítið Biblíuna og spyrja hvernig verið að tala. Og þessi tveir einstaklingar, 100% af fólki, hefur sagt Jesú. En svo getur þú sagt, þetta var að skrifa 700 árum áður en Jesús mætti á svæðið og þetta er rauninni spádómur hvað koma skildi. Þannig að til þess að svara efasemdum þá er oft gott fyrir okkur að þekkja orð Guðs og þegar við könnum málið það er hægt að rekja 354 spádóma í Gamla testamentinu sem fjalla Jesú Krist sem hann hefur nú þegar uppfyllt sem við vitum af. 354. Ef þú ert að ganga gegnum efasemdir, að díla við orð Guðs, að skoða orð Guðs, byggir upp trú okkar. Byggir upp trú okkar. Og við sjáum, þetta er öðruvísi trú heldur en fólk talar trú oftast í dag. Í dag þá er fólk að tala ef þú trúir ef þú er kristinn, að þá ertu basically með trú á þinni trú. Trú að þín trú sé sú rétta trú. En það er ekki það sem kristna trú snýst Að þegar hann svarar efasemdum, þá er að hafðu trú á einhverju fyrir utan þig. Ekki bara hvað þér finnst, heldur sjáðu heit reikningarna og sjáðu hversu áreiðanlegar, áreiðanlegar þær eru. Sjáðu að þú getur byggt líf þitt í kringum þetta og á þessu orði. Sjáðu hvernig þessar reikningar eru ekki bara önnur bók, heldur þetta heilagt, innblásið orð Guðs sem breytir lífum, umbreytir hvernig við horfum á annað fólk, sjálfum okkur á Guð og við sjáum að þær eru áreiðanlegar út af því að þær uppfyllast. Í Hebreabréfinu 11:1 og sjáum við að sá sem skrifar Hebreabréfið segir að trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem ekki er auðið að sjá. Og spurningin er þessi, hvernig getum við verið fullviss og verið sannfærð eitthvað? Með því að byggja ástæður fyrir því að við séum fullviss eitthvað. Hvernig get ég verið fullviss að kona mín elskar mig? Út af því að ég sé meira og meira, sérstaklega með árunum, hluti sem benda til þess að hún elskar mig. Ég sé hvernig hún hagar sig, ég sé hvernig hún talar, ég sé hvernig hún klúðrar og biðst afsökunar og ég er ekki að segja að hún klúðri, ég klúðraði örugglega mun meira heldur en konan mín, en við sjáum hvernig í gegnum árin að fullvissa okkar og sannfæring ást maka okkar verður meira og meira út af því við sjáum fleiri og fleiri ástæður til þess að benda á að þetta sé raunverulega satt. Og þannig að kristin trú er ekki þessi blinda trú sem fólk segir, ekki bara trúðu á Jesú Krist af því bara, trúðu því að þín trú sé rétt, heldur trúðu því að Jesús Kristur hefur verið sá sem hann sagðist vera og þú getur sannreynt þetta, þú getur skoðað þetta, er eitthvað á bakvið þetta, hvað segja spádómarnir, hvernig uppfylla spádómarnir svo framvegis. Hvernig öðlastu fullvissu og sannfæringu, eins og ég sagði, þá hluti sem að þú hefur séð. Og Jesús kom, hann uppfyllti boðorð, fullur náð, fullur af sannleika. En svo segir hann, eins og í versi 14, að aðrir í kringum hann er fólk sem reyna að stjórna ríki Guðs með ofbeldi, með því að reyna að tróða sér inn í versi 14. Og við sjáum þetta ennþá dag í dag, að það eru svona yfirþyrmandi karakterar sem koma stundum inn í kirkjuna og það taka yfir og oft eru mjög mörg svona kirkjustörf og kirkjur sem snúast einhvern einn persónuleika. Þegar auðvitað kirkjan á að snúast í kringum hver Jesús Kristur er og fagnaðarerindið, að það eru margir sem reyna að taka himnaríkið með valdi. Og ég man að margir í vers 14, margir sem ég þekkti einu sinni, voru alltaf að nota þetta sem eitthvað svona jákvætt vers. Það er að spámennir, allir og lögmennir, allt fram að sögðu fyrir þetta
Og ef þér viljið við því taka, þetta ekki 13, frá dögum Jóhannesar skýrara í versi 12, og til þessa ríki himnaríki ofríki beitt, og ofríkismenn vilja hremma það. Líklegast verið að tala fariseiana, að þannig eru einstaklingar sem að reyna að beita ofbeldi, beita þvingun yfir í að láta himnaríki snúast sig þegar kirkjan á auðvitað að vera snúast í kringum Jesú Krist. En ef við förum aftur bara í miðjuna og dílum bara við miðjuna okkar núna, þá langar mig að ástæðan fyrir ég var að tala Expendables áðan og ástæðan fyrir ég var að tala BMWF og allt það út af því að hvað kirkjan þekkt fyrir? Hvað það sem að fólk hugsa þegar það hugsa kirkjuna? Og hvort að við séum á réttum stað nútíma kirkjan? Út af því að fólk til dæmis þegar voru farnir tók Jesús að tala við mannfjöldanum Jóhannes. Hvað fóruð þér að sjá í óbyggðum? Reyra myndi skeikin? Hvað fóruð þér að sjá? Prúðbúinn mann? Nei, prúðbúinn mann að finna í sölum konunga. Til hvers fóruð þér? Að sjá spámann? Já, ég segi ykkur, og það meira en spámann. Hann sá sem ritað, sjá ég sendi sendibúa minn og undan þér, greiða minn veg þinn fyrir þér. Þannig að hann að tala af hverju fóruð þið að hitta Jóhannes. Þetta gæi sem var út í eyðimörk, ekki alveg kannski með markasetningun á hreinu hvernig á að ná til mannfjöldans, en að einhverju leyti til, þá vildi allir fara út í eyðimörkina til að hlusta á þennan gæja, Jóhannes. Og hann að segja, af hverju fóruð þið? Út að þið vildi sjá einhvern veikburðamann. Nei, þið hefði getið fara á spítalana eða þið vildi sjá veikburðamann. Þið hefði getið fundið veikburðamenn í borginni mjög öfurlega. Var fólk að flikka sér út í eyðimörkina til að sjá einhvern mann sem var með skart út allt, leit vel út og svo framvegis? Nei, ef þú vildi sjá þannig menn, þá hefur þú farið í konungshallir og séð fallega menn, prúðbúna menn. Af hverju fóruð þið út í eyðimörkina? Þá voru þið voru að leitast eftir því að sjá spámann. Sjá okkur sem talaði orð Guðs. Og þegar fólk leitast í kirkju í dag, hverju það að leitast eftir? Veistu, ef þetta verið í dag, af hverju fórst þú í kirkju? Var það til þess að finna einhver veikburða, til þess að vera í kringum fullt af veikburða fólki? Var það til þess að koma og finna fullt af fólki sem fínpússað, lítur rosalega vel út og með allt einhvern veginn tipp-topp og lítur út fyrir að eiga engin vandamál í þessu lífi? Var það til þess að koma og hitta fólk sem var prúðbúið? Eða var það komið til þess að hitta eitthvað sem talaði orð Guðs, sem byggði samfélag sem byggði sína kenningar á því sem orð Guðs segir. Og við sjáum þetta allir ef við erum í vinnum okkar, í skólum okkar, hver hefur ekki lent í því að fólk segir, já, þú gerir ekki svona, þú ert náttúrulega kristinn maður. Hefur ekki lent í þessu? Fólk segir, þú ert náttúrulega kristinn einstaklingur, þannig að þú ert ekki að gera svona eins og við hin. Og það sem fyndið að maður upplifir svolítið svona þessa hugmynd að fólk veit að einhverju leyti að kristnir eiga að vera öðruvísi. En þeir eru kannski bara að hugsa bara siðferði. Já, kristnir eiga ekki að segja þessi orð eða kristnir eiga ekki að drekka þessa drykki eða kristnir eiga ekki að vera á þessum stað. En að einhverju leyti þá vita allir að þeir eiga að búast við einhver öðru frá kristnum heldur en öðru fólki. Það svona segir fólk þetta, þú hagar eins og kristinn maður og þú gerir ekkert svona hluti, þú ferð ekki á þessa staði. Fólk veit að kirkjan á að vera öðruvísi, en oft vita það ekki betur heldur en að við eigum að vera siðferðislega góð. Og því miður oft hefur fagnaðarerindið týnst þar og við höfum tekið við því hlutverki í staðinn fyrir að segja, heyrðu, sjáðu hvernig ég get ekki haldið siðferði, sjáðu hversu syndur ég og benda á Krist. En hlutverk Jóhannesar var einstakt í sögu Guðs, en þó nálgaðist fólk kirkjuna enn með þessa von, held ég, sem að fólk var með Jóhannes, það nálgast kirkjuna til þess að heyra eitthvað tala sannleika, tala orð Guðs. Að kirkjan tali fyrir hönd Guðs, ekki bara góðar hugmyndir sem valda á endanum vonbrigðum eins og restina hugmyndir. Mér finnst þetta svolítið fyndið út af því að maður tala við til dæmis trúleysingja og að þá sagt, ég ber ekki meiri virðingu fyrir þér heldur en mikið af þessum kristnum sem að segja, ég trúi ekki alveg á Biblíuna og skulum henda þessu öllu út í því þeir eru að reyna að fá fólk til þess að fleira fólk að koma í trúna og svo framvegis. Og svo heyrðu trúleysingi að segja, ég ber meiri virðingu fyrir þér fyrir að standa á því sem að Biblían kennir.
Þannig að ég held að fólk í dag, þegar það horfir til kirkjunar, það er ekkert endilega að leita að fyrst og fremst góðu félagslífi eða fyrst og fremst góðu barnastarfi eða fyrst og fremst hvað það er, góðri tónlist eða þægilegu umhverfi. Það er að leita einhverjum stendur einhver á orði Guðs. Stendur einhver á orði Guðs og predikar orð Guðs. Heimurinn leitast eftir annarri menningu, öðrum áherslum, dýpri tilgang og dýpri ást. Og spurningin er kirkjan að standa sig í að bjóða öðruvísi menningu, að bjóða dýpri tilgang, að bjóða öðruvísi áherslur og dýpri ást? Ég held að fólk sé að leitast eftir því, að leita eftir einstaklingum sem tala bara ekki að lifa fyrir himnaríki, heldur gera það. Heldur raunverulega gera það. Og fólk finnur fyrir vonleysi í jarðlegu og leita til kirkjunar fyrir von. En spurningin er, hvað býður kirkjan fram? Hvað er það sem við leiðum með? Hér eru kannski að koma brotnir einstaklingar að leitast eftir einhverju meiru en heimurinn getur boðið. Og oft er kirkjan, sjáðu hvað við erum að skemmta okkur mikið. Sjáðu hvað við erum gott félagslíf. En við leiðum ekki oft með Krist. Og ég vil taka aftur fram, ég er ekki að segja að hjálpastarf, að félagslíf, barnastarf og allt þetta sem slæmir hlutir, en þetta á að vera ávöxtur kirkjunar, ekki það sem raunverulega miðpunktur hennar. Miðpunktur okkar á alltaf að vera Jesús Kristur. En getur kirkjan raunverulega boðið von í Kristi umfram allt annað? Þetta því að þarna er von sem fölnar ekki með áranum. Þarna er von sem er umfram alla jarðlega hluti. Ef þú missir hús þitt eða peninga eða þægindi, þá höfum við von í Jesú Kristi og hver hann er. Það leitar ekki að veikburða fólki, það leitar ekki að fínpúsuðu fólki, það leitar ekki að konungum eða prinsum, það leitar að spámönnum sem standa á orði Guðs og tala það sem orð Guðs hefur talað. Og færða það þegar það kemur í kirkju. Færða það þegar það hittir kirkjuna. Og það sem ég langar að sérstaklega koma fram núna, að þegar ég segi orðið kirkja, þá er ég ekki bara að tala færða það þegar það kemur hér á sunnudögum, heldur þegar við erum í vikunni og við hittum vini okkar og kunningi okkar og það opnast dyr til að segja frá Jesú Kristi, hvað fær það að heyra? Það opnast dyr til að tala kristna trú, hvað fær það að heyra? Fær það að heyra félagsleg áhrif kristinna trúar? Fær það að heyra siðferðisleg áhrif kristinna trúar? Hvernig við erum með gott hjálpastarf? Hvernig við erum búin að breyta viðhorfi siðferðis í heiminum? Eða fær það fyrst og fremst að heyra boðskapinu að við erum skemmd og við þurfum að frelsara halda og Jesús Kristur kom í þann stað. Og því miður oft, og ég sé þetta sérstaklega núna með, til dæmis bara, ég reyna að tala ekki mikið pólitík og eitthvað svona, en þetta bara svona böggar mér rosalega mikið, þetta með Sýrlandsfólki sem er að leitast hælis. Og því miður sjáum við kirkjuna oft segja nákvæmlega sömu hlutina og aðrir segja. Í pólitískum krísum þá forðast við möguleg særindi, sleppum því að elskota því að það gæti mögulega sært okkur. Að þegar við erum að leitast eftir að fá nýtt fólk inn í kirkjunar, þá leiðum við kannski með, sjáðu hvað við erum góðan söng, sjáðu hvað við erum gott barnastarf eða hjálpastarf, félagslíf, í staðinn fyrir að segja, sjáðu hvað við erum með von umfram allt annað sem þessi heimur hefur upp á að bjóða. Í fjárhagslegum krísum, þá missum við von eins og allir aðrir. Á meðan kirkjan á að horfa öðruvísi á peninga, að horfa öðruvísi á eignir. Í hjónabandserfileikum þá leitum við að leiðinu út eins og allir aðrir. Í staðinn fyrir að segja, herri, þetta er mynd upp á fagnaðarindi, leitust eftir því að sjá þetta verða eitt aftur, sjá þetta lagast. Í þjáningum og í erfileikum þá missum við gleði okkar og hamingju því að Kristur er ekki nóg, því að heilsa okkar var aðalatriðið eða á meðan Jesús Kristur var að gefa okkur einhverja sérstakar hluti að þá var það í lagi, en þegar það er farið þá missum við von okkar, þá missum við trú okkar. Í velgengni og blessunum þá missum við auga okkar aftur á Jesú Kristi út af því að við horfum alltaf inn á blessanir sem hann er búin að gefa okkur. Því miður er kirkjan oft rosalega svipuð heiminum. Þegar kemur þessu, að viðhorf okkar, að menning okkar, áherslur okkar, tilgangur okkar er ekki dýpri og meiri heldur en heimurinn hefur upp á að bjóða. Og
og það sem heimurinn að leitast eftir. Og við sjáum að þarna þau voru tilbúin að leggja á sig ferð út í eyðimörk til þess að heyra einhvern mann tala sannleikann, þar sem voru fullt af farisöum með eitthvað blaður. Að fólk var tilbúið að fara út í eyðimörk til þess að heyra einn gæja að tala sannleikann. Þetta mjög skrítinn gæi. Í kamelskinni. Ég geti ímyndað mér að þetta sé svona ekkert rosalega fagur gæi til þess að horfa á, ekkert svona eitthvað karismatískur, en hann stóð á sannleikanum. Kirkjan á að vera öðruvísi, rödd, hrópandi í eyðimörkinni eins og Jóhannes var. Neina fórspil. Virkar það, já. Og fólk leitar að sannleik, þú veist, ég er fullviss það að fólk í dag að leita sannleik sem þess virði að deyja fyrir þér, og spurningin þessi, er kirkjan að segja að Jesús Kristur þessi sannleikur. Jesús Kristur þess virði að deyja fyrir, og sérstaklega á Íslandi þar sem ekki mikið að tækifæri til að deyja fyrir Jesús Krist, þá kirkjan að segja Jesús Kristur þess virði að lifa fyrir, sem kannski minna rómantískt. Að vakna upp á hverjum einasta degi og segja ég ætla að lifa fyrir þér Jesús Krist. Megi hugur okkar og hegðun breytast í samræmi við frelsar okkar. Megi hugur okkar og hegðun breytast í samræmi við hver Jesús Kristur og hvað hann hefur gert. Að þegar að fordæmi okkar Kristur og hans ást, þá ber okkur að breyta hug okkar og gjörðum. Rómverjabréfið 12, 1-2 fullkomið vers fyrir þetta. Þar segir Páll: því brýni ég ykkur bræður að þér vegna miskunnar Guðs bjóði fram sjálfan ykkur að lifandi heilagri, Guði þóknanlegri fórn, það sönn og rétt Guðsdýrkun af ykkar hendi, hefði ykkur eigi eftir öld þessari, þetta taki háttaskipti með endurnýjun hugarfarsins, svo þér fáið að reyna hversu vilji Guðs, þig góða, fagra og fullkomna, og megi augu okkar vera á Jesú, megi von okkar liggja á herðum hans, megi hugafar okkar breytast í samræmi við hver hann og hans ást. Og rétt eins og Jóhannes, þá gæti hlutverk okkar endað ekkert rosalega dýrlegt. Það gæti endað í fangelsi, það gæti endað í ómögulegum kringumstæðum. En spurningin fyrir okkur, Jesús nóg? Jesús nóg? Þrátt fyrir að við endum líf ekkert með einhverja sérstaklega þægilegum stöðum eða stöðum sem fólk horfir upp til í lífinu, Jesús nóg? Ef ég get sagt í endanum lífinu mínu að ég var trúfastur Jesú Kristi, það nóg? Þrátt fyrir að ég eigi ekki mikið, þrátt fyrir að ég get ekki skilið mikið eftir fyrir krakkana mína og svo framvegis, Jesús nóg? En skiptir það máli? Fólk að leitast, spurningin er fólk að leitast eftir eins og þá, Jóhannes, einhverjum í eyðimörkinni að tala sannleikann? Ef við horfum á bara hvað textin segir fólk, þá sjáum við að fólki var að leiðast út í eyðimörkina til þess að heyra eitthvað tala sannleikann. Þá voru hugsanlega minni hindranir en við höfum í dag. Kannski var það mikil vinna og ræður farisæðina sem voru að draga þá í hina áttuna. En þeir lögðu á sig að fara út í eyðimörkina. Í dag erum við að glíma við fólk að spila Xbox þannig að þeir eru 35 ára. Eða sjónvarp Netflix. Hvað það við erum með endalaust á skemmtun. Við erum svo mikið að skemmtum að við þurfum eiginlega að filtra út hvað okkur finnst meira skemmtilegra en hitt-dótið. Þannig að ef við vildum, þá gætum við fyllt hugan okkar og líf okkar af skemmtun alla daga alltaf. Þannig að kannski aðeins meira hindrunum, kannski aðeins meira að biðja athygli okkar, en ég held að innra með okkur mannshjartað og mannssálin ennþá öskrandi eftir að heyra rödd Guðs, og við fáum að taka þátt í þessu, að fjarlægja hindranirnar og tala orð Guðs, að standa á hans orði. En til þess að kirkjan tali orð Guðs, þá þarf kirkjan að vera tilbúin að þekkja orð Guðs. Og það sem kaldhæðnislegt vandamál fyrir mér, til dæmis líklegast, þá erum við með 1 milljón biblíur á landinu, 3 fyrir hvern einasta einstakling. Líklegast umfram það, 1 milljón. 3 biblíur fyrir hvern einasta einstakling, við erum með endalaust af biblíum, mjög fáir sem vilja kynna sér biblíuna. Mjög fáir sem vilja lesa hana, og gamla daga var vandamála okkar öfugt. Það voru mjög margir sem vildi kynna sér biblíuna og allt of fáar biblíur. Svolítið kaldhæðnislegt hvernig þetta er búin að breytast. En fólk kallar eftir boðskap okkar að breytast. En það boðskapur heimsins sem þarf að breytast. Já, við sjáum þetta í dag að áherslan öll, kirkjan þarf að þróast, kirkjan þarf að breyta eins boðskapnum, aðeins að breyta í samræmi við hvað heimurinn að segja og hvernig nýja hugmyndir hafa komið inn og svo framvegis. En samt sjáum við til dæmis að
að boðskapur heimsins hefur aldrei verið mikið og núna. Til dæmis við sjáum hvernig fólk er búin að boða gleði mannsins. Gleðisboðskap mannsins hefur þróast verulega, en á sama tíma þá sjáum við í dag erum við að glíma við meiri þunglindi heldur en heimurinn hefur séð yfir alla tíð. Að heimurinn hefur aldrei lagt mikla áherslu á að skemmta sér, á athafnir, á skemmtilegheit, að vera glaður, að brosa bara í gennum erfiðleikana, svo framvegis, en samt sjáum við að þunglindi er ennþá líklegast meira vandamál en það var áður fyrir. Friðarboðskapur mannsins. Það allir að segja, öll dýrin í skóginum eru vinir. Allir, getum við ekki bara klappa hvort öðru og gefa hvort öðru knús, af hverju þurfum við alltaf að vera að rífast? Friðarboðskapur mannsins frá þjóðum og þjóðarleiðtogum hefur aldrei verið meiri en hann hefur verið núna, þá sjáum við blóð allstaðar í heiminum. Svolítið skrítið. Gildisboðskapur mannsins, það að maðurinn er með gildi í sér, hefur aldrei verið meiri en núna. Allir eru jafnir, allir eru með jafn mikið gildi í sér fyrir það að vera menn, en samt sjáum við að maður liggur við svo mikið morð og fjöldamorð að maður hættur að kippa sér upp við það. Við sjáum til dæmis með Parísarárásina, allir kipptu sér upp við þetta út af því allt í einu var þetta land sem var svolítið nálægt okkur, svolítið líkt okkur. En ef þú hlustar á BBC bara á hverjum einasta degi, þá er alltaf 20, 30, 40 mann sem er að deyja einhvers staðar í heiminum út af einhver var að sprengja sig upp. Og þú veist, að það liggur við að gildisboðskapur heimsins, það að maðurinn er með gildi inn í sér, sé verðugur, allir menn eru jafnir svo framvegis, hefur aldrei verið meiri, samt sjáum við að heimurinn kippir sér ekki upp í fjöldamorð. Út af því að við erum orðin vön í að fólk er að drepa hvort annað svo mikið. Í öllu hefur nútíma boðskapur mannsins brugðist og svar heimsins er að segja kristnir þurfa að breyta sínum boðskap. Ég segi, heimurinn er að leita eitthvað sem raunverulega virkar. Allir þessi boðskapur, friðarboðskapur, gleðiboðskapur, gildisboðskapur mannsins, hefur alvarlega brugðist fólki. Við trúum því að fólk í okkar heimi er að leitast að raunverulegum sannleik og ætlar kirkjan að standa á sannleikunum og predika sannleikunum. Og enn og aftur, þegar ég segi kirkjan, þá er ég ekki að tala um sunnudagssamkomur, auðvitað gerum við það á sunnudagssamkomum, heldur þegar það kemur og tala við okkur í vikuna, stöndum við að því sem orð Guðs segir. Erum við tilbúin að tala orð Guðs, erum við tilbúin að kynna okkur orð Guðs, þannig að við getum fyrst og fremst tala það. Í frelsisboðskap Krist er rótin af vandamálinu tekið fyrir. Okkar mannshjartað er sjúkt og þarf á frelsar að halda. Okkar eigin geta er ekki nóg, við höfum klúðrað, en fegurð verk Jesú Krist í okkar stað skín sem aldrei fyrir þegar við horfum á vangetu okkar. Í veikleika okkar finnum við styrk okkar og þetta er svo boðskapur sem þarf að heyrast í sýktum heimi. Og við þurfum að díla við krabbameinið sem á sér stað í heiminum í dag, sem er manns hjartað, sem er manns eðlið. Við erum góð í að drepa, við erum góð í að vanvirða annað fólk, við erum góð í að eyðileggja sköpunina. Og rótin af vandamálinu er hjarta mannsins. Og því miður eru allt og margir að bjóða svona yfirskynnslegar hugsanir. Vertu bara glaður, brostu bara. Og það er ekki að virka. Sjáum, það er ekkert að virka í heiminum í dag. Og þetta er ekki tíminn fyrir kirkjuna þess að breyta boðskap okkar sem hefur virkað mörg hundruð, mörg þúsund ár. Predikum fagnaðarinn. Predikum að hjarta okkar er sjúkt og við þurfum að frelsara halda. Predikum Jesú Krist. Stöndum á orði Guðs og tölum út orð Guðs, en áður með tölum út orð Guðs, kynnum okkur orð Guðs. Lesum. Sjáum hver Jesús Kristur er. Og það er lygi í heiminum í dag sem hefur dreift úr sér eins og eitthvað svona eitur þoka. Þið muni eftir þessu, þú veist, með þegar eldfjallið gaus og hvað heitir þetta, askan kom út allt og þá voru allir að tala um að þú gast lokað gluggum, þú gast lokað hurðum, þú gast lokað öllu, en einhvern veginn náði askan að finna sig, smíja sér inn á heimilinu og svo framvegis. Og þessi lygi sem er í heiminum í dag er rétt eins og askan
búin að smeygja sér alls staðar inn og því miður er þetta komið oft í kirkjuna án þess að einhver sé að opna hurðar eða glugga fyrir þessu, þá hefur þetta tróið sér inn og hugmyndin er þessi, það er enginn sannleikur, hann er afstæður og sannleikur er það sem þér finnst. Þessi boðskapur er orðinn vinsæll og búin að vera vinsæll og vinsæll yfir síðustu 200 ár, en þetta er ekki að hjálpa okkur. Það hljómar vel fyrir fólki og hugsa að þetta getur ekki með einhverjum gleði, þetta er ekki að virka. Þessi hugmynd hefur tekið sér djúpstæðar rætur jafnvel í kirkjum landsins og í kynslóð þar sem fólk þráir sannleikann er enginn að predika sannleikann út af því að allir halda að enginn sé með raunverulegan sannleika. Að sannleikur er bara eitthvað sem okkur finnst, eins og mér finnst pizza með pepperoni góð og þér finnst kannski ananas og pizza góð. Það er ekki þannig. Að fólk er að leitast eftir lifandi vatni til þess að svala þosta sálna sína og kirkjan er að bjóða djús út af því við höldum að það bragðist betur. Að ef það er einhver tími til þess að standa á orði Guðs og predika orð Guðs til kynslóðar sem nauðsynlega þarf á því að halda, þá er sá tími núna. Og ég minni enn og aftur á, bara til þess að enda þetta, að þegar ég tala um kirkjuna, þá er ég ekki að tala um sunnudagssamkomunar, þá er ég að tala um okkur í okkar daglega lífi. Megum við standa á orði Guðs, þetta er það sem heimurinn þarf að halda, þetta er það sem breytir hjörtum fólks, þetta er það sem dílir við rótina vandamálinu sem er að okkar hjarta er sjúkt og við þurfum á Jesú Krist að halda. Megi Guð gefa okkur kjark og visku til að standa á sannleikunum, megi hann gefa okkur að við megum vera spámenn til dauðrar kynslóðar. Fólk er að leitast eftir lífi, megum við bjóða líf. Need a firmer grip. Megum við bjóða líf. En skulum bara biðja, sérstaklega þá biðja að Guð gefa okkur þennan kjark að við megum predika þetta þegar fólk kemur til okkar, þegar við erum í vinnunni og í skólanum og hvað sem er. Faðir, ég biðja að þú varðveitir okkur, þú leiðir okkur, þú gefur okkur styrk, þú gefur okkur náð, þú gefur okkur visku til þess að hafa augu okkar á þér, umfram allt Drottinn þegar að erfiðleikar koma, þegar blessanir koma, þegar blessanir fara, Drottinn, megum við standa á sannleikunum, megum við, Drottinn, vera þekkt fyrir það að standa á því sem þú hefur sagt. Megi fólk ekki komast til okkar þegar það leitast eftir einhverjum veikburðum eða einhverjum prúðbúnum. Megi fólk komast til okkar þegar það veit að það þarf á sannleika að halda og megum við standa á sannleikunum, megum við vera spámenn til dauðra kynslóðar, megum við standa á þínu orði, predikandi þitt orð með lífum okkar, gjörðum og með orðum okkar. Drottinn, ég bið að umbreyta okkur, ég bið að hjálpa okkur að díla við synd í okkar lífum, ég bið að hjálpa okkur að vera borg sem á fjalli stendur sem fær ekki dulist. Megum við vera ljós á myrkum stað. Megum við gefa von og megum við elska þig umfram allt í Jesú heilaga nafni. Amen.